Þetta verkefni 18 myrkvar og í þessu verkefni er einkum unnið með að breyta innbyggðum fyrirsagnarstílum sem tilheyra forninu heading 1, 2 og 3 og búa svo til nýja stíla fyrir textan í meginmálinu. Ég er búin að vinna lið 1 sem sagt setja haus og fót samkvæmt sýnishorni. Ég er líka búin að breyta heading 1, 2 og 3 og ef þið skoðið smelli hér í fyrirsögnina og skoðið heading 1 þá eigið þið geta séð hvað er sem tilheyrir þessum stíl núna. Þið skoðið þetta og vinnið þetta bara samkvæmt upplýsingunum sem eru gefnar upp í lið 2. Þá er komið að lið 3 og þá ætlum við að hafa stigskipta númeringu á fyrirsögnum. Það er hægt að nota multilevel list eða stigskipta númeringu hér í paragraf og velja alveg ákveðið snið sem passar fyrir fyrirsögnina. Þetta er þrepaskipt númer, þannig að fyrirsögnar á fyrsta þrepi, heading 1, fá 1 tölu, fyrirsögnar á öðru þrepi, heading 2, fá 2 og þriðja þrepi fá 3. Ég megi bara velja þetta snið, það þýðir ekki að velja þetta, þá fáið þið ekki þessa réttu númeringu fyrir fyrirsagnina. Þannig að við smellum hér og þá koma númeringar á allar fyrirsagnina sem bera stílana heading 1, 2 og 3. 1 tala fyrir heading 1, hér sjáum við heading 2, það eru 2 tölur og svo eru þessar hér í heading 3 og þar koma 3 tölur. Þá komið að lið 4 og í lið 4a á að búa til þýlinn texti sem á að hafa í sig jöfnum, justify og línubili á að vera 1,2. Ég er búin að búa til þann nýja stíl. Þið sjáum hér undir texti og hér sjáum við hvað til er honum. Það er jöfnun, justified og multiple line spacing 1,2. Ég er líka búin að tengja þennan stíl allsstaðar þar sem það á að vera. Þið sjáu þau vel og uppsetta sýnishorninu. Stílinn texti er notaður alltaf á eftir fyrirsögn og ef það kemur einhver inndráttur í textan eins og mun koma hér á eftir. Þannig það er þessi hér sem að vera texti, allar þessar greinar hér eru texti 1, við sjáum það hér, og þessar hér, og svo áfram á eftir fyrirsögn hér og hér. Ég ætla svo að búa til með ykkur stíli sem að heitir texti inndreginn, en það er á eftir, í ritgerðum er það venjan að fyrsti texti og eftir fyrirsögn er venjulegur, bara nær á milli spásíða. Næstu greinar á eftir eru inndregnar, fyrsta lína. Og það er eins og er hér í þessu verkefni hérna, þá er grein 2, efnisgrein 2, þessi hér, hún á að vera svona inndregin og ég ætla bara að hafa bendilinn í þessari grein, velja svo hérna neðst á listanum A+ til þess að geta fengið upp listan til að búa til og það á að vera texti NDR fyrir inndregin, bara skammstöfun og við ætlum að hafa hann á að byggja á style based on, ekki normal eins og allir hinir nýju stílarnir eiga að gera, heldur við ætlum að byggja hann á stílnum texti og þá færa sem sagt jöfnuna og línubili sem við settum á þann stíl. Þannig það er tilbúið. En þá þurfum við bara að bæta við fyrstu línu inndrættinum sem við gerum hér undir format, paragraf, special, first line og við ætlum að færa það hérna niður í 1 cm. OK til að staðfesta og þið sjáu að þetta kemur hér inn. Og aftur OK. Þá sjáu þið fyrstu línu inndráttinn hér, eða með bendilinn í greininni, þá sjáu þið líka í stikunni hérna efri þríhyrningurinn hér, hann dregst inn. Næsta grein á eftir á að vera inndregin beggja megin, þannig við setjum ekki þennan stíl þar, en í síðastu efnisgreini undir þessari fyrirsögn skuggi tunglsins, þá veljum við texti inndregin. Þið sjáu að þarna kemur þetta inn. Þið skiptu svo bara löngum orðum á milli lína eins og þurfi. Og svo kemur það hérna aðeins neðar, hér á að vera inndregin texti
og svo aftur hér, sumstaðar og við það haldið áfram og bætið því við. Ekki þessi grein hér, heldur næsta hér og eftir, hún á að vera texti og þá er það komið. Þið búið svo sjálf til næstu 2 stíla sem eru í liði 4, C og D fyrir tilvísun og heimildir og tengi við textanum. Efnisgreinar eins og sést og uppsetta sýnir í sárnunni hjá